Kristján Ingimarsson, öryggis- og fræðslustjóri hjá Kaldvík á Djúpavogi. Vertu hjartanlega velkominn. Takk fyrir. Þú ert líka orgelleikari, ef ég skilja rétt. Hvernig fer þetta saman? Fiskeldi og orgelleikur. Já. Já, það er svo sem ekki svona augljós tenging þar á milli, en ég er fæddur og uppalinn á Djúpavogi og Djúpavogur er lítið sjávarþorp, dæmigert, og frá Djúpavogi er klukkutíma akstur á næstu staði, og í svona samfélagi þá þarf fólk svolítið að vera nóg fyrir sjálft sig, og við erum ekki við þurfum að vera sjálfum okkur nóg með alla þjónustu og skemmtanir, menning og ýmislegt, og þar á meðal tónlist, og ég var nú búinn að fikta við að spila á gítar og trúbator og eitthvað fleira, og svo kom prestur þarna heim og frétti að ég kynna að glamra eitthvað á gítar, og það vantaði organista. Þannig að honum fannst það líka beint að ég myndi gerast organisti og kórstjóri í kirkjunni að því ég kunni að glamra á gítar, sem ég gerði, og tengingin yfir í fiskeldið er í rauninni ekkert önnur en að ég vinn við fiskeldi. Staðurinn er tiltölulega lítill, við þurfum að gera þannig séð allt sjálf sem er á staðnum, og í þessu lenti ég, og af því ég hafði fengist við tónlist svona í gegnum árin, sko. Hefur bæinn tekið breytingum á síðustu 5-10 árum? Já, hann hefur gert það. Já. Og hann er eiginlega bara í sífelldum breytingum, bara frá því man eftir mér sem krakki. Ég er náttúrulega elst upp við á þannig stað eins og margir að það kemur togari og frist í hús og eins og gengur í þessum sjávarþorpum, og við því tók sem sagt Vísir kemur á staðinn og er með útgerð, og svo þurfa þeir að hætta því og fara eitthvað annað, og þá myndast svona svolítið tómarúm, fólki fækkar. Hvað gerum við núna? Nú erum við vondum málum, en sem betur fer þá var á svipuðum tíma, nokkrum árum áður, þá var verið að byrja með laxeldi á Djúpavogi og þorskeldi líka, og það eiginlega tók við af þessari hefðbundnu útgerð eins og var áður fyrr. Þannig að fiskeldið kom dálítið í staðinn, og núna snýst dálítið mikið fiskeldi á Djúpavogi og ferðaþjónustu líka reyndar, og eins og við vitum þá hefur ferðaþjónustan verið í þróun líka alls þar á Íslandi, og Djúpavogur hefur tekið þátt í því. Þannig að núna er þetta ferðaþjónustu og fiskeldi sem er aðalmálið á Djúpavogi í staðinn fyrir kannski hefðbundin sjávarútveg áður, og svo landbúnað á verslun þar áður fyrir minn tíma. Og bæjarbragurinn hefur alltaf verið svona sterkt samfélag, samheldið samfélag alltaf í gegnum tíðina, þannig það kannski hefur ekki breyst mikið, en svona þess að ég hafi gert neinar rannsóknir á því, þá er samfélagið á Djúpavogi tiltölulega ungt. Það er mikið af ungu fjölskyldufólki sem að vinnur þá bæði við fiskeldi og ferðaþjónustu, og mikið af börnum í skólanum. Það er í skóla og leikskóla nálægt rúmlega 100 börn sennilega. Já. Þannig að 20% er innan við 16 ára á þessum stað, og sem gerir samfélagið svona dálítið kraftmikið og dýnamískt. Og hefur þróunin þá snúst við? Eru þið frekar að sjá fjölgun heldur en fækkun? Já, við erum að gera það. Eftir að Vísir fór og þessi óvissa var, þá fækkaði fólki aðeins, og það fór niður í 420 manns 2015, fyrir 10-11 árum síðan. Það er ekki lengra síðan? Það er ekki lengra síðan. 2014 var það sem að Vísir hætti, og þessi umskipti urðu. Þannig að það hefur fjölgað rúmlega 100 manns síðan á þessum 10 árum. Þessi fjölgun á síðustu árum, helst hún í hendur við uppbyggingu fiskeldis?
Já, hún gerir það. Það sem sagt, eins og sagði, fiskeldi Austfjarða byrjar 2012, þannig að 2 árum áður en að Vísir fer og þá erum við 3 strákar að vinna þar sko, til að byrja með en núna, já 3 einmitt sko, en núna hjá Kaldvík bara á Djúpavogi eru sennilega milli 80-90 manns. 80-90 manns? 80-90 og það reyndar stærsti hlutin í sláturhúsinu. Já. Það bil kannski 60 og svo erum við með fólki sem að vinna út á kvíunum. Við erum með allir í fóðrun á Austfjörðum með stjórna frá Djúpavogi í fóðurstöðinni og svo erum við með kassaverksmiðjuna, þannig að já, samtals cirka 90 manns og þannig að við getum sagt sko frá 3 árið 2012 upp í cirka 90 2026. Já, þannig að í rauninni einhvers staðar í kringum 15% af bænum vinna hjá Kaldvík. Já. Og hvernig sko, þetta svo margar stöður, hvernig hefur gengið að manna stöðunar? Bara ágætlega, þetta þeir sem að vinna í eldinu og fóðurstöðinni, kassaverksmiðjunni, þetta mest allt heimafólk, svona 90% cirka, cirka uppstaðan. Í sláturhúsinu þetta meira blandað, það fólk frá ýmsum löndum þar, Íslandi, en svo það dálítill hópur af Filippseyingum sem voru upprunalega Filippseyingar en eru núna komnir fluttir á Djúpavog, búin að kaupa sér hús og með fjölskyldu og börn í skóla. Já. Og þetta alltaf spurning, hvenær eru menn Djúpavogsbúar, hvenær eru menn Íslendingar? Og hvernig störf þetta, svona í grófum dráttum? Þetta rosalega fjölbreytt. Í eldinu þá eru menn að mæta á morgnana, þeir fara út á stöð á bát og eru svo bara að sinna fiskinum fyrst og fremst og búnaðinum í kringu það og þetta svona eitt af því skemmtilegasta sem ég hef unnið við í gegnum tíðina, það að vinna út á fiskeldisstöðu. Já. Sérstaklega á sumrin þegar gott veður. Það getur verið ömurlegt þegar vetur og vont veður og allt blautt og dimmt og svona, en svo gleymum við því á góðu dögunum. Já. Og þetta í rauninni að vera að vinna út á fiskeldisstöð, það svona svolítið sambland af því að vera bóndi og sjómaður. Við erum að hugsa dýr eða skepnur en við erum að bátum út á sjó. Já. Og svo eru störfin í landi, það fóðurstöðin, þá situr fólk og fylgist með fiskunum synda í kvíunum, í myndavélum og þeir eru að fylgjast með umhverfis aðstæðum, hita og alls konar og Vellaunuð störf og yfirleitt þetta bæði í eldinu og fóðurstöðinu, þetta eru vikuvaktir, menn vinna í viku og svo fríi viku. Já. Og einmitt störfin eru ágætlega borguð vel yfir meðalagi og hefur farið vaxandi. Ég var nú skoðinn á radarinn daginn eða fyrir nokkrum dögum og það einmitt hægt að sjá þetta, hvernig minnir, ég var séð meðal laun í fiskeldi 880.000 á mánuði eins og þetta núna. Lesið það út úr því sem þar, sem að ég held að sé bara alls ekki svo slæmt. Einmitt. Hver eru afleitu áhrifin á bæjarfélagið í þjónustustigi og verslun og þess að þar? Þau eru víðtæk og ég veit ekki hvort ég er nógu fljótur að hugsa til að telja það allt upp, en við getum allavega sagt sko að við erum með ferðaþjónustu og við erum með hótel og veitingastæði sem að hafa þá meiri möguleika til að hafa opið allt árið, bæði fyrir þá sem eru á staðnum og eins eru að fá mikið af þjónustufólki til okkar sem þarf þá að nýta þjónustuna. Flutningseimskip og aðrir flutningsaðilar, þeir eru mikið þarna og hafa verið að stækka. Hvað fleiri, þetta náttúrulega fyrir sveitarfélagið þýðir þetta ákveðna vaxtarverki, bæði að byggja upp þjónustu við höfn og svo þessa þjónustu sem þarf í kringum
skóla og annað svoleiðis. Er svona álag á innviðina? Já, það er eins og í höfnin á Djúpavogi til dæmis eiginlega orðin of lítil eins og hún þannig að það er orðin þörf á að stækka höfnina til að bæða til þess að geta komið fleiri skipum að það er stundum það þarf að stjórna hvenær bátarnir eru að koma inn til að landa ef er verið að dæla inn fiski í sláturhúsi til dæmis og svo eru þessi skip öll sömulega stækka og brunnbátarnir sem við erum að nota núna við getum alltaf tekið stærri brunnbáta inn í höfninni eins og hún núna þannig að það þarf að fara á einhver tímapunkti í stækkunarframkvæmdum þar af hálfu bæjarfélagsins og svo það eru afleidd störfi eins og fyrir iðnaðarmenn rafvirkja og flutningafyrirtæki og það hefur nú verið þjónusta í kringum kvíarnar líka við bæði kvíasmíðar og annað sko þannig að þetta svo teygir þetta sig yfir eiginlega alla Austfirðina líka flutningsaðilana þar og köfunarþjónustu og netgerð og ýmislegt fleira. Nú hefur þú búið með hléum á Djúpavogi alla tíð. Sko, maður velti fyrir sér öll þessi átaksverkefni sem stjórnvöld hafa ráðist í gegnum tíðina til þess að efla landsbyggðina. Hvernig ber því saman við því sem við hefum séð á síðustu árum? Og maður er að hugsa sko skilvirkar leiðir til þess að sem skipta virkilega máli. Eftir að Vísir fór, þetta er svolítið tímamót hjá Djúpavogi þegar Vísir fer þá þetta tómarúm og þá fara sko stjórnendur bæjarfélagsins og leita allra leiða til þess að fá eitthvað í staðinn og ég man að við fengum til okkar eitt opinbert starf þarna 2014, það var minjavörður Austurlands og því var virkilega fagnað en eitt starf það er ekki að fara að lyfta eða breyta öllu í bæjarfélaginu en það að fá utanaðkomandi fyrirtæki sem að vill byggja upp og fjárfesta það er það sem að rífur samfélagið upp og Við sjáum það í tölunum. Við sjáum það á tölunum. Það reynda sko þegar að á sama tíma þá var byggðastofnun, þeir kom okkur til aðstoðar líka og það var settur byggðakvóti, tímabundin byggðakvóti á Djúpavogi til þess að þá gefa okkur tíma til að nýta það til að byggja okkur upp en það var bara tímabundið og það var hægt að nýta það í okkar tilviki til þess að byrja með fiskvinnslu og laxavinnslu samhliða í sama húsnæði, sama fyrirtæki. Það hjálpaði en eitt og sér að fá byggðakvótann það hefði aldrei verið nema bara plástur á sárið og þessi venjulegu byggðakvótin eins og þetta var einhver örfá tonn að koma þetta er ekki að fara að rífa okkur upp eða neitt svoleiðis, þetta er bara svona það sér fyrir sér fötu sem er með gati á botninum, það settur tappi í hana svona, en samt lekur alltaf úr henni sko, þetta er svolítið sambærilegt og maður sér alveg bæjarfélög sem að hafa mist frá sér atvinnutækifæri og þá er þetta bara eins og fata sem að lekur smátt og smátt úr og fólkið náttúrulega sækir í vinnuna, það er vinnan sem að dregur fólk á staðina og það eru bara þessi framleiðslu fyrirtæki og þjónustu fyrirtæki sem að er að búa það til. Einmitt. Frekar inn í opinbera. En hvað með svona bein áhrif eða beint framlag Kaldvíkur til samfélagsins? Ertu með einhver dæmi? Já, sko þá ertu að meina annað en bara störfin eða? Já. Til dæmis. Já, það er náttúrulega bara kannski eins og hjá öðrum fyrirtækjum sem að
að starfa á þessum stöðum eftir því sem þau verða stærri og sterkari því meira geta þau gert fyrir samfélögin og það ég held að það sé svolítið svoleiðis í okkar tilviki líka við höfum frá því að við byrjuðum frá því eldi byrjaði þá hafa verið svona smá sveiflur og maður sér það að þegar vel gengur þá hefur fyrirtæki meiri burði til að styðja við bæði menningar og íþróttastarf og annað og við erum að styrkja íþróttafélagin og ýmsar bæjarhátíðir og viðburði og svona skemmtilegt dæmi þetta einmitt því við erum búin að vera að tala þetta ungt samfélag og svona að á Djúpavogi ungmennafélagi Neisti sem var með knattspyrnulið áður fyrr svo hætti það og var svona ákveðin hnignun kannski á Djúpavogi en svo síðasta ári þá var knattspyrnulið endurvekið og það var einmitt með stuðningi frá Kaldvík meðal annars og mörgum öðrum góðum líka og af því að nú er mikið ungu fólki á Djúpavogi og ungum mönnum og strákum sem hafa áhuga á fótbolta og Kaldvík styður íþróttafélag heima og ég veit að þeir gera það líka víðar þar sem að þeir eru með starfsemi þannig að þetta menningin og íþróttalífið og þetta einmitt það sem að vex og dafnar og lyftist upp þegar að þessi fyrirtæki byrja að blómstra líka. Ég get ímyndað mér að maður finni muninn á því að hafa fótboltaliðið ekki. Það ótrúlega munur og fólk sem að mundi stemminguna sem var áður fyrr þegar fótboltaliðið var það var eins og það var að vakna út dvala núna þegar fótboltaliðið kom aftur það bara alveg rétt þetta munar rosalega miklu að hafa þetta en umræðan laxeldi og mótastolti af því hvað fólk á höfuðborgarsvæðinu eða hvaða álit það hefur á greininni er ekki einhver gjá þarna á milli fólksins sem hefur hag af þessu og það sem lífsviðurværið og síðan þeirra sem horfa á þetta úr fjarlægð hvernig einhvern veginn þessi gjá til staðar? Já, ég held við verðum að viðurkenna það og þetta svo sem þekkt erlendis líka bæði í Noregi og Skotlandi að fólki sem býr lengst frá þessu laxeldi það eins og það gerir sér hafi einhverja hugmyndir þetta sem að ekki til í raunveruleikunum alltaf öðruvísin raunveruleikin og það vantar greinilega skilning á hvað þetta snýst, hvernig þetta gert og allt svoleiðis og það má kannski kalla það gjá ég veit ekki hversu djúpt ég á að fara hvort ég á að fara mikið onni í það en þetta bara maður sér það að þetta byggt á skorti á þekkingu og skilningi og fólk gerir sér ekki grein fyrir hvernig þetta í raunveruleikanum þannig að búið að draga upp allt aðra mynd af þessu heldur en til staðar í raunveruleikanum. Ef ég myndi til dæmis sjálfur fara og gera skoðanakönnun í miðbæ Reykjavíkur annars vegar og síðan á Djúpavogi hins vegar svona það hversu hlynnt fólk laxeldi myndi ég sjá mismunandi niðurstöður mjög það bara eins og svart og hvít það því svoleiðis og það meira að segja þetta ekki kannski bara landsbyggð versus höfuðborgarsvæði því að það bara þeir sem eru langt frá laxeldi þeir gera sér ekki grein fyrir þessu og ég man til dæmis þegar að Fiskeldi Austfjarða var að byrja með fiskeldi í Fáskrúðsfirði það var töluverð voru óánægðir raddir og eðlilega setur fólk spurningamerki við eitthvað sem það þekkir ekki og veit hvað og sem bara ágætt og en eldi fór svo á stað og það alveg snerist við álit fólks eða hvaða hugmyndir það hafði laxeldi eftir að það var komið á stað og sá hverju þetta skilaði inn í samfélagið og hvernig þetta var í rauninni gert og þannig að þetta bara spurningum að
þekking og nú les maður svo margt, það svo mikil svona upplýsinga óreiða í gangi varðandi þetta og fólk náttúrulega bara fljótt að stökkva á eitthvað og mynda sér skoðun og svo virðist verið eins og fólk með alla og sjálfsagt mig líka og þig að þegar maður búin að mynda sér einhverja skoðun þá var svolítið erfitt stundum að skipta skoðun en svona þetta bara Nú, við erum búin að fjalla ítarlega þetta núna en þyrfti maður ekki helst bara að koma á staðinn og einhvern veginn sjá þetta með einu augum það það besta sem að fólk gerir að koma bara í heimsókn og við höfum reynt að vera opin fyrir því að fá fólk í heimsókn og svo mögulega að fara með það út á sjó ef að aðstæður eru þannig og allavega sýna þeim fóðurstöðuna og þannig við tökum öllum opnum örmum sem vilja kynna sér þetta. Já. Hversu svona rík áherslan á dýravelferð í svona laxeldi? Ég get nú sérlega malað svolítið þetta þetta er mjög hugleikið ég var ólst upp eiginlega byrjaði að vinna í laxeldi í Berufirði 2004 og vinn þar í 10 ár þá fer ég til Skotlands og vinn þar í laxeldi þá kem ég bara inn í allt annan heim þar sá ég bara að opnuðust augun hvað dýravelferðin eða fiskivelferðin er svakalega mikilvægur þáttur í þessu þetta er bara grundvallar atriði fyrir okkur til þess að vel heppnist þá er það fiskivelferðin sem það er bara áhverja númer 1 alltaf og eftir ég kom heim aftur til Íslands þá reyndi ég að taka þetta með mér og ég held að okkur hafi tekist ágætlega upp með það og núna er ég í því hlutverki að vera að halda utan þjálfun og fræðslu fyrir starfsfólkið og fyrir mér er fiskeldi mjög einfalt, það er eiginlega bara tvennt sem þú þarft að hugsa þú þarft að hugsa þig sjálfan, þitt eigið öryggi og velferð fisksins. Já. Með þetta tvennt ef þetta tvennt er í lagi þá gengur vel og velferð fisksins er svo margar hliðar á þessu við erum að starfa undir ákveðnum lögum og reglum og eins og við segjum fiskurinn okkar hlutverk er að halda í honum lífi og láta hann vaksa og það gerist bara ef að fiskivelferðin er í lagi þannig að þetta er bara grunnurinn af því að vel gangi auðvitað ætti það að vera númer 1 það er sem sagt okkar siðferðislega skylda að hugsa vel þau dýr sem við erum með í ræktun hvort sem það heitir fiskur eða sauðfé eða hvað sem það er. Já. Og það versta sem að hvort sem það er bóndi eða eitthvað fyrirtæki lendir í er að fá það orð á sig fyrir að fara illa með dýrin sín það er ekki það sem við viljum vera. Nei. Kristján, þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig.